Halló, ég heiti Ævar Þór. Hvað það fyrsta sem þér dettur í hug þegar ég segi orðið skóli? Hús, kennari, námsefni, nemendur. Gott og vel, stoppum hér. Þessir 4 hlutir eru frekar nauðsynlegir þegar kemur að því að stofna skóla. Hús, kennarar, námsefni og nemendur. Nú skulum við gera örlitla tilraun. Prófum að fjarlægja einn af þessum hlutum. Byrjum á húsinu. Málið, það flækist leið. Það frekar erfitt að læra, en maður hefur ekkert hús til að læra í. Segjum sem svo að við höfum húsið, en okkur vanti kennara. Þá vandast málið aftur. Hver í ósköpunum á að kenna okkur? Segjum sem svo að við hefðum hús og kennara, en okkur vantaði námsefni. Hvað eigum við þá að læra? Og segjum sem svo að við hefðum alla þessa 3 hluti, en okkur vantaði nemendur. Er þetta þá skóli yfir höfuð? Segjum sem svo að það vantaði 2 af þessum hlutum, 3, jafnvel 4. Þá vandast málið svakalega. Við hér á Íslandi, við erum ótrúlega heppin. Við höfum alla þessa 4 hluti. Við höfum hús, við höfum kennara, við höfum námsefni og við höfum ykkur, nemendurna. Og jú, sumum finnst stundum leiðilegt í skólanum, öðrum finnst svakalega gaman. En það breytir ekki þeirri staðreynd, skólinn er lífsnauðsynlegur. Í skólanum þá lærum við að lesa. Við lærum að reikna. Við lærum tungumál. Bonjour. Halló. Við lærum reglur, við lærum samskipti við aðra krakka og stundum þá lærum við að föstudagar geta verið gjörsamlega endalausir. Skólanum er ekkert óviðkomandi. Til að samfélagið okkar sem við búum í haldi áfram að stækka og dafna og til að við sjálf þroskumst og eflumst verðum við að fara í skóla. En það er ekki allir jafn heppnir og við. Sums staðar í heiminum er engin skóli, eða engir kennarar, eða ekkert námsefni og sums staðar eru engir nemendur. Og hvað gera krakkar sem vilja læra þá? Aðstæður í skólum hér á Íslandi eru frekar góðar. Skólinn hann byrjar alltaf á ákveðnum tíma. Við vitum hvert við að mæta. Og svo vitum við hvenær við að fara aftur heim. Það er stundartafla og hún stenst. En svo eru það þeir sem þurfa að stunda nám við neyðaraðstæður. En hvað þýðir það? Jú, neyðaraðstæður eru þegar eitthvað svakalegt og jafnvel hræðilegt á sér stað. Það geta verið átök, stríð, ofsóknir, hungur, sjúkdómsfaraldrar eða náttúruhamfarir eins og flóð, eldgos, jarðskjálftar eða þurrkar. 60 milljón börn á grunnskólaaldri ganga ekki í skóla í heiminum og stór hluti þeirra býr í löndum þar sem neyðarástand ríkir. UNICEF leggur mikla áherslu á að hjálpa krökkum sem búa við slíkar aðstæður að fara aftur í skóla. Eitt þeirra landa þar sem stríð ríkir er Úkraína. Mig dreymir að komast aftur til Donetsk. Ég skildi hjólið mitt eftir þar. Ég hjólaði mjög oft. Ég er frá Donetsk, en fjölskylda mín og ég þurftum að flýja. Ég líka. Komdu og kíktu inn. Þetta er leikfimisalurinn okkar. Þetta er mötuneytið okkar. Ég elska að koma hingað. Það er svo margt girnilegt í boði. Í dag ætlum við að taka bekkjarmynd. Mötuneytið var líka uppáhaldsstaðurinn minn þegar ég var yngri. Og þó maður myndi búast við því að hjá krökkum eins og Nestaju og Jaroslav sem búa við neyðaraðstæður, að þar væri aðaláherslan á vatn, mat og öruggt húsaskjól, að þá er líka gríðarlega mikilvægt að búa við hugarró og öryggi. Sá fasti punktur sem skólinn býr til í lífi barnanna veitir þetta öryggi. Þess vegna leggur UNICEF mikla áherslu á að koma börnum sem búa við neyðaraðstæður aftur í skóla. Skólinn, hann veitir tilgang og von framtíðina og þetta hef ég heyrt börn frá Sýrlandi tala um.
Vinur minn, hann Héðinn, hann vinnur einmitt með sýrlenskum börnum og hann hjá UNICEF í Líbanon, en Líbanon langt í burtu frá Íslandi. Við ætlum að senda bolta núna yfir til Héðins. Hann ætlar að segja okkur frá aðstæðum og frá nokkrum krökkum sem hann hefur kynnst. Yfir til þín, Héðinn. Sæll Ævar, takk fyrir það. Ég heiti Héðinn og ég vinn fyrir UNICEF í Líbanon. Hér erum við að hjálpa sýrlenskum krökkum að komast aftur í skóla. Það gengur misvel af því að sum þeirra þurfa að vinna og önnur að passa systkini sín, en öll eiga það sameiginlegt að þau sakna þess að ganga í skóla. Þau sakna skólan síns í Sýrlandi. Ég heiti dögunum í sementsverksmiðjunni. Stundum líður mér vel en stundum ég reiður. Bróðir minn lítill og mamma mín gömul og getur ekki unnið. Ég vil vinna til að hjálpa fjölskyldunum minni. Ég vildi óska að ég geti lært seinnipartinn af öllu mínu hjarta. Tíminn flýgur og ég orðin 15. Maður á að byrja í skóla þegar maður 6 ára en ekki 15 ára. Heima í Sýrlandi tókum við skólamyndir og hengdi þar upp heima og í skólanum. En ég vil ekki sjá neinar myndir hérðan. Þetta var hann Múhameð. Hann sagði mér að hann væri hræddur að hann væri of gamall til að fara aftur í skóla. En það ekki rétt af því að maður aldrei of gamall til að læra. Hann sagði mér líka að þegar hann var í skóla í Sýrlandi þá líkaði honum aldrei stærðfræði eða arabíska, en núna þegar hann getur ekki farið í skóla þá saknar hann arabísku og stærðfræði. Áður en ég kveð ykkur þá langar maður að kynna ykkur fyrir henni Miriam. Miriam 11 ára og UNICEF að hjálpa henni við að ganga í skóla. Ég að læra ensku og að lesa og skrifa vegna þess að ég vil ekki vera ólæs. Mér finnst gaman í skóla vegna þess að maður lærir svo margt. Skólinn eins og vopn. Ef eitthvað gerist í Sýrlandi á morgun, þá væri það sem ég hef lært eins og vopn. Þegar ég verð heilbrigðisráðherra, þá ætla ég að fara allt til þess að passa að fólk sé hraust og líði vel. Skólinn svo sannarlega mikilvægur og það sem við lærum getur orðið okkar sterkasta vopn, alveg eins og Mariam, framtíðar heilbrigðisráðherra, segir. Því í Sýrlandi hefur geisað stríð í nokkur ár og börnin þar eiga mikið verk fyrir höndum. Þau munu þurfa að byggja upp samfélagið á nýjan leik þegar þau verða fullorðin og geta farið aftur heim til sín, en mörg þeirra hafa þurft að flýja heimaland sitt vegna stríðsátaka. Þess vegna gríðarlega mikilvægt að þau fái að ganga í skóla. Á vissum svæðum í Sýrlandi eru engir skólar opnir og svo eru skólar á öruggum svæðum yfirfullir. Þegar krakkarnir flýja bardaga í einum hluta landsins fara þau oft yfir á annan friðsælli stað og þá fyllast skólarnir þar. Aðgerðir UNICEF í Sýrlandi undanfarin ár hafa leitt til þess að fleiri börn fara í skólan nú heldur en fyrst eftir að stríðið skall á, sem algjörlega frábært. Og það eru ýmsar leiðir sem UNICEF notar til að hjálpa. Sums staðar eins og þið munið engin skóli, en hvað gera krakkar sem vilja læra þá? Hún Esra 15 ára og býr í Aleppo í Sýrlandi. Skólanum hennar var lokað í stríðinu, en með hjálp UNICEF fann hún leið til þess að halda áfram að læra. Sjálf. Hún fær skólabækur og svörin fylgja með, mætir síðan 2 í viku í félagsheimili í hverfinu og fær hjálp frá sjálfboðaliðum við að leysa verkefnin. Ég heiti Esra og ég 15 ára. Ég hætti skóla út af stríðinu. Ég fór í sérstaka miðstöð þar sem krakkar læra að lesa. Ég var þar í 1 ár og ég þakka Guði fyrir að nú get ég bæði lesið og skrifað. Nú get ég lesið sögur, en ég gat það ekki áður. Ég núna í sjálfsnámi fyrir 9. bekk. Ég fæ aðstoð 2 í viku. Það góða að bæði spurningarnar og svörin eru í bókinni. Leiðbeinandinn útskýrir námsefnið fyrir okkur. Við skrifum niður spurningar sem við skiljum ekki og daginn eftir útskýrir hann þær fyrir okkur. Stundaskráin mín þannig að ég læri heima og svo föndra ég og sauma út klukkutíma á dag. Við búum til hárspönnur og silkiborðum. Við notum alls konar efni til að búa til handtöskur. Þegar ég kem heim þá læri ég og klára heimanámið. Mér langar að vera stærðfræðikennari. Mér finnst stærðfræði svo skemmtileg. Það eru 6 ár síðan Esra mætti síðast í skólan sinn í Sýrlandi.
Það var sama ár og stríðið hófst. 6 ár, 6 ár! Það er svakalega langur tími. Það eru 6 Eurovision keppnir. Það eru 6 jól. Hugsaðu málið. Hvar varst þú fyrir 6 árum síðan? Finnst þér ekki langt síðan? Öll barátta UNICEF byggir á barnasáttmálanum sem flest lönd í heiminum hafa ákveðið að virða og fylgja. Barnasáttmálinn segir til dæmis að börn eigi rétt á að fara í skóla og að þau eigi rétt á að láta skoðanir sínar í ljós. Og það er bara lítill hluti af þeim réttindum sem börnum eru tryggð í barnasáttmálanum. Það skiptir engu máli í hvaða landi barn fæðist. Barnasáttmálinn gildir öll börn, sem er sérstaklega mikilvægt fyrir börn á flótta undan stríði eða öðrum neyðaraðstæðum. Það er hlutverk UNICEF að passa réttindi þeirra eins og annarra barna. Þið getið hjálpað til með það. Skóli er lífsnauðsynlegur. Tökum mig sem dæmi. Ef ég hefði aldrei lært að lesa, aldrei lært að skrifa, aldrei lært neitt nein vísindi, þá væri Ævar vísindamaður ekki til og ég hefði ekki skrifað einustu bók. Það væri ömurlegt. Þegar þið verðið stór, þá ætlið þið öll að verða eitthvað frábært, alveg eins og krakkarnir sem við sáum áðan. Og það er ykkar hlutverk að vinna saman að því að gera betri heim fyrir okkur öll. Og þegar maður orðar þetta svona, þá gerir maður sér grein fyrir því að skólinn er svolítið merkilegri og mikilvægari en maður hefði kannski haldið. En þá kviknar spurningin. Hvað getum við gert? Hvað getum við hér á Íslandi gert? Jú, skólinn ykkar hefur ákveðið að taka þátt í UNICEF-hreyfingunni sem er æðislega skemmtileg. Við fáum tækifæri til að leggja okkar á mörkum og styðja starfi UNICEF til barna með því að safna áheitum. Framlögin sem að safnast í UNICEF-hreyfingunni í ár fara í að styrkja skólastarf fyrir börn á flótta í Sýrlandi. En einnig fara þau í að styrkja heilsugæslu, hreint vatn og aðrar nauðsynjavörur. Peningar renna líka til baráttu UNICEF hér á Íslandi til að passa að þeir sem ráði fari eftir barnasáttmálanum og líka til að fræða börn og fullorðna réttindi barna. Það er þó ekki skilyrði að safna peningum, aðalatriðið er að taka þátt og sýna þannig samhug ykkar með jafnöldrum ykkar frá Sýrlandi. Takk fyrir að horfa, takk fyrir stuðninginn, gangi ykkur vel og munið að hafa gaman.